velkomin í Biblían á mannamáli. Við ætlum að fara af stað með smá móla hérna í upphafi þessa þáttar. Það segir svona í Sálmi 121, versum 1 og 2. Ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Guð mun koma til þín. Hvort sem hann kemur beint bara í gegnum anda Guðs eða í gegnum eitthvað vin. Hann getur líka komið til þín með orðum úr ritningunni og biblíunni. Hann getur komið til þín með góðvild annara eða jafnvel nærveru engla. Já, meiri segja getur hann tala til þín í gegnum þetta hlaðvarp. Eitt alveg víst, Guð kemur alltaf. Hér hins vegar oft vandamálið, við sjáum það ekki alltaf. Við skynjum það ekki alltaf, við heyrum það ekki alltaf. Af hverju? Vegna sem við hefjum ekki augu okkur upp til fjallana, til hans. Við erum oft of niðurlút, of upptekin af sjálfum okkur, horfum of mikið á okkar eigin vandamál, finnum of mikið til með okkur, lítum of mikið inn á við í neikvæðinni þegar að segja blindu á kærleika og líf Guðs. En kærleika Guðs þannig að hann til allra manna. Það breytir engu hver þú ert, hvaðan þú kemur, hver þinn bakgrunnur hvað þú gengi í gegnum. Guð hér til að mæta þér eins og okkur öllum. Stendur í Rómarbréfinu, 8. kafla, 31. versi. Hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð með okkur, hver þá á móti okkur? Ef að Guð sjálfur með okkur, hver getur þá verið á móti okkur? Það enginn sem stendur nú snúning. Og Biblían, reikningin, kennir okkur algjörlega skýrt að Guð alltaf með okkur. Hann ber aldrei frá okkur. Hann mun aldrei yfirgefa okkur. Svo ef hann með okkur, hver getur þá verið á móti okkur? Munið eftir sögunni, frásögunni borgina ósigrandi Jerikóborg. Sum okkar hafa komið þangað, það gríðarlega gaman að koma og skoða þessa borg og á þessum tíma sem Biblían greinir frá henni þá hún umkringt háum, yfirstígalegum múrum eins og margar borgir voru á þeim tíma. Þetta mynd upp á það sem óyfirstíganlegt í líf okkar. Finnst þér þú vera að glíma við áskorun sem jafnvel yfirþyrmandi og Jerikóborg, hvernig óskopunum áttu að komast inn í þessa borg? Ekki hægt. Það eru kannski örfá hlið og þau öll harðlokuð og læst og múrarnir háir. Ég get aldrei sigrað þessa borg, ég get aldrei sigrað þetta vígi í lífi mínu. Og þetta einnig, Jerikó svo sterk mynd upp á það. Þessi vígi sem við erum að stríða við í líf okkar og við erum bara ekki geta náð sigri yfir. Þú kannski stendur frammi fyrir svona múrum og þeir eru bara einfaldlega of háir til að klífa þá eða of sterkir og of þykkir til að brjóta á niður. Hefur kannski nýlega meðtekið einhverja erfiða greiningu fyrir þig eða fjölskylduna? Ertu að berjast í miklum erfiðleikum eða ertu að upplifa ósigur gagnvart einhverju sem virðist algjörlega ómögulegt að komast yfir? Ef svo þá hvetur Biblían okkur og hérna þetta sem að mér finnst svo gott að við gerum, því að þegar ég fer yfir texta Biblíunar þá fer ég svona yfir það sem ritað á blaðsíðunum og söguna og frásögurnar til þess að skilja hvað verið að segja okkur. En undir niðri í hverju versi leyndardómur, hulinn, falinn. Biblían full af dæmisögum og frásögum, líkingum og svona svolítið mikilli dulúð annarslagið sem að við þurfum að kafa undir yfirborðið og sjá hvað í gangi. Þannig erum við að læra eitt. Þessi frásögum í Jerikó til að kenna okkur nákvæmlega þessa hluti sem ég að sigrast á þessum hlutum í líf okkur, þessu óyfirstígalega vígi. En lykillinn að gera eins og Jósúa gerði þegar þeir voru við borgina. Það segir, þeir sigruðu, múrarnir fjallu, þeir gerðu það mjög sérstakann hátt, þeir marsiruðu í kring, blésu lúðra og sungu lofgjörasöngva, sálma, en það var eitt sem gerist áður og það lykillinn.
Margir sem missa þessu. Halda það sé bara nóg að ganga í kring. Nei, þú þarft að sjá hver með þér. Það segir svona þetta atvik í kringu Jerikó. Þá einu sinni var Jósúa staddur við Jerikó og varð þá litið upp og hann kom auga á mann sem stóð andspænis honum. Þetta í Jósúa bók 5. kafla. Þetta nákvæmlega svo við byrjuðum muniði. Hef augu þín upp, hef augu þín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Þegar Jósúa lyfti augum sínum upp, hann leit upp úr sjálfum sér, upp úr erfiðleikunum, upp úr víginu, hóf augu sín til drottins, þá sá hann drottin Jesú. Og ég get lofað því, svo lengi sem augu okkar beinast að Jerikó, víginu sjálfu, þá verður þetta erfitt. En ef við lítum upp fyrir það og sjáum Jesú, þá leysast hlutir. Og þess vegna segi ég við þig, lít upp, drottin, Guð sjálfur, hjálp þín í þessum kringumstæðum á leiðinni. Þetta mólin okkar í dag, rétt til þess að hvetja okkur áfram í lífinu. Nú, seinni hluta núna ætlum við að tala örlítið meira fleinin sem við vorum að tala í síðasta þætti. Akkur ég að leggja svona miklu áherslu á fleinir, ég ætla að fá mér smá sopa. Hvað erum að tala fleinir? Hvað máli skiptir þetta, Halldór? Þetta skiptir fyrst og fremst máli til að sýna ykkur fram á, eins og ég nefnt áður, samhengið. Það er nefnilega, þessi frásögn á fleinunum kemur mjög sterkt og skýrt fyrir og það margir hafa velt því fyrir sér. Og við fórum yfir það, hvaða útskýringamenn hafa á þessu. En það er útskýring sem við erum að nálgast, kemur fyrir aftur og aftur og aftur í öllum bréfum Páls. Á þess að kalla það flein alltaf, en þá sjáum við samhengið. Og það er það sem við erum búin að reyna að sýna, að þegar Páll talar einhverja hluti, og postulasæðan að tala hluti, síðan kom einhver bréf sem eru skrifuð aðeins seinna, þá er oft samtengingan á milli og þá fáum við að sjá býtum við, þetta er ekki bara eitthvað eitt stakt bréf með eitthvað boðskap, þetta er bara frásaga fólks sem lifði og starfaði á þessum tíma, uppharulega bara gyðinga sem hefur tekið trú á Jesú Krist og síðan fjölda annara grískra og rómverska sem hefur komið inn í myndina og tekið trú á Jesú Krist líka. Og þau eru bara á ferðalagi, þau eru bara að ganga gegnum lífið og bréfin eru bara hluti af því. Bréfin sem voru skrifuð var bara skrifuð til safnaðana út frá einhverju sem var í gangi, út af því sem þið langaði að deila með þeim og svo framvegis. Það er það sem mér langar að benda og við ætlum að klára þennan flein í bíl allavega í þessum þætti held ég. Ef við skoðum þetta aðeins betur, í Gamla testamentinu þá kemur orðið fleinn eða þyrnir fyrir, sama orð, og þar er þetta fyrirbæri nota sem myndlíking, einstakling eða hóp sem ofsækir fólk Guðs. Segir svona til dæmis í 4. Mósebók, ef þið hrekið ekki íbúa landsins undan ykkur verða þeir sem þið skiljið eftir þyrnir í augum ykkar. Við konumstu við þetta úr íslensku, hann er þyrnir í augum mínum, hann er alltaf fyrir mér einhvern veginn, að þvælast fyrir mér og særi mig, alltaf, hugurinn alltaf við hann svo framvegis. Þyrnar stinga, þeir eru ekki þægilegir og hann verður broddur í síðu ykkar. Hvað sagði Páll? Fleinn í holdinu. Þannig að óvinir Guðs, og nú fyrir við að sjá samhengið, ekki sjúkdómur, ekki einu sinni sorg yfir því sem hann hafði gert áður en að komst til trúar á Krist, sem hann var að drepa og ofsækja hina trúuðu, að sjálfsögðu hann liði fyrir það, samviskubitið að fara með hann, en það var ekki það sem er í gangi, og eða einhver annar löngun eða girnd sem hann réð ekki við, eins og við nefndum í síðasta þætti. Þyrnarnir þarna í Gamla testamentinu voru fólk, andstæðingar Guðs, andstæðingar Ísraels, og þetta voru menn óvinveittir Guði og þeim sannleika sem hann stóð fyrir. Í stuttumáli. Í samhengi Gamla testamentisins var það nákvæmlega svona. Það var óvinveitt fólk. Og þegar við lesum Nýja testamentið í þessu samhengi sem við erum að reyna að gera hér, þá sjáum við nokkuð athyglisvert.
að hvar sem Páll stofnaði söfnuð, og við erum búin að skoða núna úr fyrstu trúboðsferðinni þegar 4 voru stofnaðir, það var stofnað í Antíókíu á sínum tíma en Páll var kannski ekki beinn aðkomandi að því og síðan 4 með Barnabasi í Galatíu, en hvar sem að stofna, líka eftir þetta, ekki bara þarna, líka eftir þetta, þá kom fram hópur andstæðinga sem reis gegn þjónustu hans og gerði markvissa tilraun til að grafa undan valdi hans sem postula og vega að mannorði hans í augum hinna kristnu sem hann bar miklu umhyggju fyrir. Sem sagt þeir störfuðu unnu á sama máta eins og vorum að lesa þarna úr 4. Mósebók, að þeir komi gegn vilja Guðs og verki Guðs á meðal fólksins og urðu þannig þyrnar í augum þeirra fleitni í holdi þeirra. Í Galatabréfinu gefur Páll, eins og ég hef líka nefnt á sumt af þessu smá svona upprifjun en þið sjáu tenginguna að lokum. Í Galatabréfinu gefur Páll til kynna að einn tiltekinn maður, ákveðinn maður, hafi leitt þennan hóp þessar andstæðinga. Og hann segir í Galatabréfinu 1:7 með furðar, 1:67 með furðar að þeir svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði ykkur í náðkris til annars konar fagnaðarerindis. Þetta er bréfið sem hann skrifa til safnana í Galatíu sem var stofnaður í fyrstu trúboðsferðinni. Og hann segir með furðar að þeir hafi svo fljótt látið snúast frá honum sem kallaði ykkur í náðkris til annars konar fagnaðarerindis. Með öðrum orðum, það fagnaðarerindis sem ég boðuð okkur sem uppfyllir sér náðkris, þeir eru nú búin að láta af því og það er komið annað fagnaðarerindi. Og hvað er fagnaðarerindi við það? Það er fagnaðarerindi sem þeir boðuðu þessi andstæðingar hans, en þú þurftir að umskerast og halda á lögmálið. Svo segir hann í 7. versi: það er þó ekkert fagnaðarerindi, heldur eru einhverjir að trufla ykkur og vilja umhverfa fagnaðarerindinu Krist. Þetta er ekki fagnaðarerindi sem að þeir eru með, þeir eru að snúa hinu sanna fagnaðarerindi á hvolf. Svo segir hann áfram til vers 12: þið fóru svo vel af stað. Hver hefur nú hindrað ykkur í að hlýða sannleikanum? Það kom ekki frá þeim sem kallaði ykkur. Lítið súrdeig sýrir allt eigið. Þetta er setning sem við fáum mikið í Biblíunni. Eitthvað pínlítið einhverju sem er sett inn í, þú er með súrdeig, setur henni brauðsleif af ósýrðu degi og eftir smástund er allt degið orðið súrt. Þú þarft ekki nema lítið og það sýrir allt. Og það þarf ekki nema að þeir komi í eina heimsókn og þeir byrja að koma og einhver einn tekur á móti og það byrjar að sýra út frá sér og smita. En svo segir Páll: ég hef það traust til ykkar í drottni að þið verðið sama sinnu svo ég. Þið sjáu sem sagt hvað fagnaðarerindið er í raun og veru. Sá sem truflar ykkur mun fá sinn dóm. Og þarna vísar hann sig að þetta er ekki hópsins, heldur bara ykkur eins aðila sem er að leiða þetta. Sá sem truflar ykkur mun fá sinn dóm, hver svo sem hann er. Hvað mig snerti, bræður mínir og systur, ef ég er ennþá að predika umskurn, hví er þá enn verið að ofsækja mig? Þá væri hneyksli krossins tekið burt. Vel mættu þeir sem koma á ykkur í uppnám aflima sig. Þetta er setning sem við aðeins að koma inn á sem að margir bara hreinlega missa og veit ekki hvað hann er að tala um. Hann segir: ég er ekki að predika umskurnina lengur, það þarf ekki. Því ef ég væri því, þá myndi þessi hópur manna ekki ofsækja mig. Ég predika krossin og aðeins kross Krists. Krosstöðu Krists og uppreisn hans. Það í því felst fagnaðarerindið. Og það er hneyksli. Hann segir: þá ef ég væri að predika umskurnina og lögmálið, þá væri hneyksli krossins tekið í burtu, þá væri enginn ofsækja mig, þá væri enginn hneykslaður á mér. En að því ég er ekki að því, þá er fólk hneykslað. Og Páll er svolítið miður sín og hann er svolítið reiður. Hvað voru þið kallaði muniði? Umskurnasinnar. Þeir lögðu ríka áherslu að allir kallmenn sem kemst til trúar yrðu umskerast. Og Páll hæðir það á hér. Er ekki vissum að það sé endalega fallega gert á honum, en hann gerir það og það er skrifað, sjáðu. Biblían er ekkert fínpúsun einhverju sem að, þú veist, þarna voru menn bara rosalega heilaðir og þetta var allt búið til og menn voru
ef þetta væri búið til þess að reyna að laða og plata fólk, þá myndu þeir aldrei setja svona setningu inn í Biblíuna. Vel mættu þeir sem kom einhverju uppnám aflima sig. Með öðrum orðum, það umorði þetta. Vel mætti þessi hópur manna sem að leggja svona mikla áherslu og umskurð, fara í umskurðina og aflima sig. Þeir sem viti hvað þetta, þeir sjá myndina. Hann að hæða og hann reiður og ég bara þóra að fullyrða það, ef ég var allavega að skrifa Biblíuna búana til, ef þetta var bara tilbúningur og ég vildi reyna að laða fólk, þá myndi ég aldrei setja svona setningu. Hvað sko hann kallir þessi Páll? Hann alveg að missa sín, það ekki að marka Guð ekki við þessu. Það var eins og þannig Páll að tala. Biblían sönn og segir bara frá því sem gerist og sagt. Og Páll skrifaði þetta. Hann var ekki sáttur við þennan hóp. Hann var leggja á áherslu að þetta gengur ekki upp. Í lok bréfsins, Galatabréfsins, segir Páll annað sem virkilega vert að gefa gaum að. Hann segir svona í 7. kaflanum frá 11. versi. Sjáið með hversu stórum stöfum ég skrifa ykkur með eigin hendi. Þeir sem eru að þröngva ykkur til að láta umskerast, gera það til að sýnast. Einungis til þess að þeir verði ekki ofsóttir vegna kross Krists. Því að ekki halda einu sinni sjálfur umskurðarmennirnir lögmálið. Heldur vilja þeir að þið látu umskerast til þess að þeir hafa eitthvað sýnilegt að stæra sig af. Með öðrum orðum, þeir ekki einu sinni sjálfur geta haldið allt lögmál Móse. Engin lifandi maður gata. Þó þeir hefðu alist upp við þetta. Það gátu ekki, þetta sáum við á fundurum í Jerúsalem. En þeir vilja þið gangið inn í þeirra hóp, látu umskerast, svo þeir geti stært sig að þið sjáu þessi, þetta fólk eru fylgjendur okkar, við komum og boðum og sannleikan og nú eru þeir að fylgja okkur. En Páll segir, það sé fjarri mér að hrósa mér af öðru en krossið Drottins Jesú Krists. Ég hrósaði mér ekki af neinu í mér, það er bara krossin, dauði hans og uppreisa skiptir öllu máli. Sakir hans, Jesú Krists, er ég líka krossfestur heiminum og heimurinn mér. Ég er dáin öllu þessu umstangi og vesinn í heiminum. Umskurn, og hérna kemur líka setningin, umskurn eða yfirhúð skiptir engu. Ytri tákn trúarbragðanna skiptir engu. Já, við mögum ekki gleyma því að umskurn var tákn gyðingdómsins, tákn þess að þú tilheyrðir sáttmálanum og sem Guð hafi gert. Þú varst hluti af þjóð og fólki Guðs. Og nú segir Páll allt í einu, þetta skiptir engu lengur. Kristur kom og breytti heiminum. Hann breytti trúarbröðunum. Hann afnam alla þessa hluti. Umskurn eða yfirhúð skipta engu. Hvað er það sem skiptir máli? Að vera ný sköpun. Það er að segja, leyfa Guði að koma og skapa í þér nýtt hjarta, nýjan anda, gefa þér snerting af sínum anda, blása sínu líf og sínum anda þér í brjóst. Það er það sem skiptir öllu máli. Og yfir öllum þeim sem fylgja þessari reglu sé friður, miskunn og yfir Ísrael Guðs. Og svo segir hann að lokum, enginn mæði mig hérðinni frá, því að ég ber merki Jesú Krists á líkama mínum. Ég læt þennan hóp ekki lengur angra mig. Náð Drottins nægir mér. Það má nánast heyra á baki þessar orða Páls, það sem hann að tala við Drottinn og segir, Drottinn, ertu til í að fjarlægja þessa menn, ertu til í að fjarlægja þennan flein úr holdi mínu. Hann veldur mér miklum erfiðleikum, hann veldur söfninu miklum erfiðleikum og eina sem Páll heyra segir, nei, ég ætla ekki að gera það, en náð mín nægir þér, Páll. Og þarna komum við aftur að líkindum við mólan okkar. Þegar við hefjum upp augu okkur til fjallana, til Drottins, þá erum við ekki kannski endilega strax komið með það svar sem þú eða ég óskuðum eftir, eins og Páll óska eftir að þeir eru bara fjarlægðir. En Guðs rödd getur komið og sagt, Halldór, Pétur, Guðrún, Jónína, Sigurjón,
Nei, en náð mín nægir þér. Náð mín kemur þér í gegnum þetta og þá verður þú frjáls. Náð mín er máttiri og kröfturi en nokkuð annað. Og þegar við núna söfnum þessu saman, og nú erum við að klára þetta hérna með fleinin, þegar við söfnum öllu þessu saman frá síðasta þætti og núna, þá birtist ákveðin mynd. Fleitnin sem angraði Pál var líklega maður, menn, innblásnir andstæðingar Krists og það að hægt verið að eðlast trú og fylgja tilheyra Guði bara með því að meðtaka Krists án þess að halda lögmál Móse. Og þessi, hann var heltekinn af því að sverta Pál og þjónustu hans. Rétt eins og Pál sjálfur og trúarleiðtogarnir í Jerúsalem höfðu verið helteknir að því að eyðileggja Jesú og þjónustu hans. Þessi maður með sínum hópi fylgdi Páli hvert sem hann fór. Pál muniði fór til Jerúsalem, frá Antíókíu hvert fóru þeir til Galatíu og þeir geti lesið þetta aftur og aftur og aftur. Þeir koma fyrir í postulasögunni áframhaldandi frá 14. kafla og áfram allavega. Þeir ætluðu sér að grafa undan fagnarinn til Páls, sjáu þau 15. kafla og vitið hvað? Þessi sendiboði eða þjónn Satans sem að talar hann vísa til hans þarna í Galatabréfinu 1:7, hann kallar hann þjónn Satans, starfaði með þessum hópi og þeir fylgdu Páli eftir hvert sem hann fór, Galatíu, Þessaloníku og síðan í Korintu þeir sjá þetta allt og innblásnir andstæðingar Krists og hans verks á krossinum. Páll svarar ásökunum þeirra, við erum búin að vera að fara yfir þau, í Galatabréfinu, hann gerir það líka í fyrra Þessaloníkubréfi, í öðrum kafla, og hann gerir það líka í síðara Korintubréfi, 10. til 12. kafla, þannig að þetta er að koma fyrir aftur og aftur og aftur í bréfum hans. Þess vegna er ég að eyða þessum tíma, þannig að þegar við komum að því þá sjá, já, það er þessi hópur, það er þetta fólk sem við erum að tala þarna, það er fleitnin. Og þrisvarsinnum hafði Páll beðið drottur að fjarlægja þennan mann úr lífi sinu því hann var kvöl. Hann var stöðu orsök gremju og hann var stöðu áreitni. En náði nægir, muniði. Svo hann fjarlægði ekki fleinun, heldur gerði hann Páli kleift að umber hann og elska þrátt fyrir það hvernig hann var. Og þetta er kraftur fagnarins. Kærleikurinn sigrar allt. Undir lokaævi sinnar þá leit Páll tilbaka á þessar ofsóknir eða andstæðinga sína sem hann hafði mátt þola í Galatíu og hann sagði svona í síðara Tímóteusbréfinu, munið til Tímóteus, hann kom fyrir hann líka í trúboðsferðinni fyrstu og nú fekk hann bréf frá honum því hann starfaði mikið í Guðsríkinu. Hann segir svona í Tímóteusbréfi síðara, 3. kafla, í bréfi sínu til hans og hann ávarpar Tímóteus og segir, en þú hefur fylgt mér í kenningu það að þú þurfur ekki, meðal annars að þú þurfur ekki umskurn eða halda lögmál Móse. Þú hefur fylgt mér í kenningu, hegðun, ásetningi, trú, langliti, kærleika, þolgæði. Í ofsóknum og þjáningum sem slíkum sem ég var fyrir í Antíókíu, Íkóníum og Lýstru. Þannig að vísa til þessari hluta enn einu sinni. Bara svo þið muni að þegar þið lesið þetta og þið farið þetta, hei, hann er þannig fleinin. Þetta er fleitnin í holdans. Hann kallar ekki fleinin, en þetta sé þráður kemur aftur og aftur fyrir í bréfunum hans. Og það er, svo ég ítrykki nú, ég vona að það hefur ekki truflað ykkur of mikið að vera eyða of miklu tími í þetta, að taka of mikið tími í þetta, en það er bara út af þessu. Af því að þetta er, hann kemur aftur og aftur fyrir. Ekki alltaf kallað fleitnin, bara þegar við sjáum það, já, þetta er það sem að fleitnin er. Þetta er það sem Páll var að tala þegar Guð sagði við hann, náð mín nægir þér. Hann segir, slíkar ofsóknir þoldi ég og drottinn frelsaði mig úr þeim öllum. Sjáu hvað hann segir? Þetta er nákvæmlega mólin okkar aftur í upphafið þáttarins. Ég var fyrir ofsóknum og þjáningum í Antíókíu, Íkóníum og Lýstru sem eru það sem ég söfniði í Íkóníum og Lýstru í Galatíu og fleitnin var þarna, ég þoldi ofsóknir, þeir hættu mig, þeir smáðu mig, þeir gerðu uppsteytt og espuðu fólk á móti mér
sem jafnvel grýtti mig. Þessar ofsóknir þoldi ég, sagði hann, en Drottinn frelsaði mig úr þeim öllum. Hann allavega tók ekki fleinin burtu sem orsakaði það, en hann var með honum og náðans nagði honum og hann sigraði þetta allt í kærleik og náð Guðs. Sjáðu kraftinn í fagnaðarerindinu. Ofsóknirnar og þrengingarnar héldu áfram, en þær komu sko ekki í veg fyrir að Páll héldi áfram starfi sínum. Fyrir náð Guðs þá tók hann á móti þeim þegar náð Guðs nagði honum. Mennirnir sem höfðu farið þarna til Galatíu, þessi hópur umskurna sinna og boðuðu sitt fagnaðarerindi. Þetta virðist hafa verið hebreskir trúbræður, gyðingar úr söfnunum í Jerúsalem, en þeir störfuðu samt ekki í samþykki Jakobs og þeirra í Jerúsalem, postulanna, og þeir gáfu mjög ranga mynd af söfnunum í þar. Og við sjáum það í þessum Korintubréfi og Galatabréfunum sérstaklega. Með öðrum orðum, þetta voru viðurkenndi kristnir menn að minnst kosta nafninu til. En með því að skoða þetta svona og þessi einfalda skoðun á því sem Páll gerði í raun á ævi sinni og hversu miklu hann áorkaði og hvað varð úr hans starfi, það útilokar þetta sem við höfum minnst á með líkamlega geðræna sjúkdóma. Hann hefði aldrei getað gert þessa hluti og unnið þessi ár eins og hann gerði. Þannig að þetta tilgáttan að fleitnin hafi verið þessi einstaklingur og hópunum sem honum fylgdu. Og það segir okkur hins vegar það sem svolítið sorglegt, að helsta andstæðan sem að Páll varð fyrir í trúbóstarfi sínu kom innan úr Jesú hreyfingunni. Sela. Sjáiði. Smá pása, stopp, hugsa. Þetta nefnilega ennþá oft það sem gerist í dag. Það sem Guðs andi því miður, það sem Guðs andi að vinna krafti og mætti og yndislegir hlutir að gerast, fólk að leysast, fólk að sigrast á vígunum reyndar, jafnvel, í lífi sínu. Þá kemur andstæðan oft innan úr kirkjunni, frá öðrum sem eiga tilheyra Jesú og þeir standi gegn þeim á eitthvað nátt. Sorglegt, en svona, þetta sagan virðist endurtaka sig aftur og aftur og aftur því miður. Og hvað gerði Páll? Hann kallaði andstæðinga sína frá Antíókíu þjóna Satans, samon í síðara Korintubréfi, samon gerði í Galatabréfinu, sem hann kallaði sendiboða Satans, og þeir ráku flein í holdið. Ég ætla ekki að tala meira þetta núna, það komið nógu bil þetta, en bara til að við séum meðvituð að þegar við höldum áfram og þegar þú ert að lesa og skoða þetta, þegar það komið inn á þessu hluti, já, þetta frásagan, þetta það sem að tala og þess vegna að skrifa þetta, hann að vara við þessu hér og þar og greina frá þessu. Þetta fleitnin sem að angraðan. En eins og við Pál gildir að sama með þig og sama með mig. Náð Guðs nægir okkur. Nú skulum við biðja þau sem geta og vilja það. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.